Ok, ætlum að spjalla hoddréttmengi og hoddréttagrunna, skilgreiningun á hvað það þýðir. Á ensku þetta orthogonal set og orthogonal basis. Nú, mengi af vigrum í arienta sagt vera hoddrétt ef að allir vigrarnir eru innbyrðis hoddréttir. Þess að debilfeldið af tveimur mismunandi vigrum í menginu alltaf 0. Skulum skoða dæmi. Við erum með hérna vigrana U1, U2 og U3, þá mengið af þessum þremur vigrum sagt vera hoddrétt mengi vegna þess að ef ég debilfelda U1 við U2, þá fæ ég 0. Og ef ég debilfelda U1 við U3, þá fæ ég 0. Og ef ég debilfelda U2 við U3, þá fæ ég líka 0. Ok, þannig að allir vigrarnir þarna eru innbyrðis hoddréttir. Þannig að við segjum að mengi sé hoddrétt mengi. Nú, ef það gildir að auki að þessir vigrar eru línlega óháðir, þá erum við með hoddréttan grunn. Nú kemur ljós í setningu 4 að alltaf við erum með hoddrétta vigra, þá þeir línlega óháðir. Setningin segir að mengi S með vigrum U1 upp í UP á hoddrétti vigrum, þar sem við erum ekki með 0 vigurinn í menginu, og þetta allt einhverju vigrar í arienta, þá eru vigrarnir línulega óháðir og mynda það svona grunn fyrir það hlutrum sem S spannar. Ok, við skulum reyna samfórskulum að þetta hérna sé rétt. Skulum skoða allavega hlutasöfninni. Nú, við ætlum semst að sýna að vigrarnir séu línulega óháðir. Forsendan okkar að þeir eru hoddréttir. Nú, ef þeir eru línulega óháðir, þá til, þegar ég tek línulega samantekt að þeim, þá vitum við að þetta 0-vigurinn fyrir einhverja fasta C1 upp í CP. Ok, ef þeir eru línulega óháðir, þá þurfa allir þessir fastar að vera 0 til að ég fá út 0-vigurinn. Þannig að það markmið okkar að sýna það. Þannig að ef þeir eru hoddrétt í hvoru annan, sýnum að þá verði C1, C2 upp í CP að vera nauðsynlega 0. Nú, við segjum þá, ok, ef ég tek 0 og debilfelda við 1 af vigrunum til að taka U1. Nú, þá það sama að segja 0, já það þessi hérna fyrir ofan, ég get skrifað hann sem þennan. Þannig ég segi C1 U1 plus C2 U2. Og svo framvegis upp í CP UP. Og ég ætla að debilfelda það við U1. Nú veitum við að debilfeldið má ég taka lið fyrir lið, það línulegt. Þannig að ég segi C1 U1 debilfelda við U1 plus C2 U2 debilfelda við U1. Og sjá ég að taka fasta út fyrir sviga, líka reikniregla. Og svo alveg upp í CP UP debilfelda við U1. Sér svona. Nú, ég veit, forsenda mín að allir vigrarnir eru innbyrðis hoddréttir, þannig að þetta hér gefa mig 0, þetta hér gefa mig 0 og allir gefa mér 0, alltaf því að debilfelda U1 við einhvern vigur það 0, nema auðvitað því að debilfelda hann við sjálfan sig. Þannig að út úr þessu kemur einfaldlega C1 sinnum U1 debilfelda við U1. Ok, innfylgdið af U1 við U1 örugglega ekki 0, vegna þess að við erum ekki með 0-vegurinn. Þá stendur hérna C1 sinnum debilfelda einhverju sem ekki 0 0, vegna þess að 0 debilfeldað eitthvað þetta 0, ekki 0-vegurinn heldur 0, tala 0. Nú, af þessu sjáum við að C1 hlýtur að vera 0. Ok, svo getum við sagt, þannig ég veit að fyrsti fasti minn 0. Ég veit að þessi hérna 0. Ok, ef þeir eru línulega óháðir þá þurfa allir fastarnir að vera 0 nauðsynlega til að út geti komið 0 þarna. Þannig að hvað geri ég? Ég segi, ok, ég ætla að pröfa sömu rök, nema ég ætla ekki að debilfelda við U1 heldur við U2. Þannig að inn í hérna stendur U2, hér stendur U2 og hér stendur U2. Þannig að eina sem verður ekki 0 það C2 sinnum U2 sem debilfelda við 2. Og hvað veit ég þá? Þá veit ég að C2 verður að vera 0. Og svo held ég svona áfram, debilfelda velluginn og kemst að því að allir verður að vera 0 fastanir.
Þannig að nauðsynlega eru vigrarnir línulega óháðir ef þeir eru háttvirtir hvor annan. Ok, þannig að við erum búin að sýna fram að öll síðan verða að vera 0, þá eru þeir línulega óháðir. Við skulum skoða skilgreiningu á hvað meinum við með háttvirtur grunnur. Háttvirtur grunnur fyrir eitthvað hlutar tvöfalt vaf í enda. Það bara grunnur, þar sem allir vigrarnir í grunninum eru háttvirtir. Og nú kemur þægileg setning. Setning nr. 5 sem segir eitthvað svona grunna. Ef við erum með háttvirtan grunn fyrir hlutur með tvöfalt vaf, þá fyrir hvern einasta vigur í tvöfalt vaf hægt að finna línulega samantekt af grunnvörum sem gefa okkur vigur Ok, þetta gildir alltaf. Þetta gildir sannarlega líka hér þar sem við erum háttvirtan grunn og það sem meira að við getum fundið þessa fasta C2 upp í CP út frá einfaldri formúlu. Þannig að það það sem nýtt. Ef þetta háttvirtur grunnur, þá formúla fyrir hvernig C-in eru. Það eru y debilfaldað við uj, deilt með uj debilfaldað við uj, fyrir öll j frá einum upp í p. Þeir eru p-vigrar. Þannig að venjulega ef við ætlum að finna hverju stuðlanir væri C2 upp í CP, þá þurftum við að leysa jöfnu hneppi. En hér, að því að vigrarnir í grunnunum eru háttréttir, þá einföld formúla fyrir hvernig stuðlanir eru. Og það þessi hérna formúla. Nú, hvaðan kemur þessi formúla? Hún kemur úr nákvæmlega sömu pælingu áðan, notum áðan þegar vorum að sýna setningu 4. Nefnilega, skulum skrifa hérna til að sýna stuðlinn sem svona. Og pröfa að taka innfeldið af y við eitthvað ui. Þannig að ég ætla að velja mér eitt af u-unum. Ok, þannig að ég get skrifað C1 ui1 pluss C2 ui2 og svo framvegis. Og einhvers staðar kemur C I ui hérna fyrir. Og svo framvegis upp í CP UP, þá komið á alla. Þetta y-viðurum minn, debilfaldað við UI. Nú, UI háttvirtur á alla vigrana í grunnum, þannig að eina sem stendur eftir hérna CI, sem UI debilfaldað við UI. Og hvað stendur þá hérna? Þá stendur CI jafnt og y debilfaldað við UI. Deilt með UI debilfaldað við UI. Sér svona. Ok, þannig að hér, þetta alltaf satt að það hægt að skrifa einhvern vigur, segjum við séum í bara öllu enda, þá get ég tekið hvaða vigur sem í enda og skrifa sem línu samantekt af vigrunum í grunninum. En hér bætist við að ef þeir eru háttréttir vigrunum í grunninum, þá til einföld formúla fyrir stuðlunum. Okkur gefnir 3 vigrar og okkur sagt að þeir myndi saman háttréttan grunn fyrir í þriðja. Og svo fáum við gefum vigurinn y eftir 6,1-8 og við erum að skrifa hann sem línulega samantekt af vigrunum. Nú, við gætum með þetta sett upp jöfnuhneppi þar sem ég læt u-vigrana mín að vera dálkavigra í fylki. Sinnum C1, C2, C3 og ég að fá út 6,1-8. Munum að þetta hér einmitt línulega samantekt af dálkavigrunum í fylkinu með stuðlunum C1, C2, C3. Og ég get sett upp auk í fylki og við getum rutta og reynda að finna C1, C2, C3. Eða við getum nota setninguna sem vorum á undan. Þá þarf ég að reikna CI rétt og y debilfaldað við UI deilt með UI debilfaldað með UI. Sér svona. Ok, þannig að í staðinn get ég reikna bara 3 svona stuðla, þessi innfeldi, og það eru komið með stuðlana í samantæktinu. Og við pröfum að gera þetta, segjum, ok, ég þarf að nota, til dæmis þarf ég að nota y debilfaldað við 1, og ég reikna það út og fæ 6 sinnum 3 pluss 1 sinnum 1 mínus 8 sinnum 1, sem gefur 11. Og ég þarf y debilfaldað við u2 sem gefur mér -12 og ég þarf y debilfaldað við u3
sem gefur mínus 33 og svo þarf ég U1 debilfaldað við U1, lengdin í öðru, það er 11, það er U2 debilfaldað við U2, það er 6 og ég þarf U3 debilfaldað við U3, gefa mig 33 deilt með 2. Ok, þannig að C1 verður þá 11 deilt með 11, það verður 1. C2 verður, þá er ég með uppslóðan debilfaldað við U2, það er mínus 12 deilt með U2 við U2 er 6, þetta verður mínus 2. Og C3 þá er ég með mínus 33 deilt með U3 debilfaldað við U3 er 33 deilt með 2, þetta verður svo mikið sem mínus 2 líka. Þannig að Upsilon get ég sem sagt skrifað sem einu sinni C1, það er U1 fyrir ekki, mínus 2 sinnum U2, mínus 2 sinnum U3. Og hér er of auðvelt að tjekka sig af til að sleppa því, þannig að við fáum hérna, hvað verður þetta, 3 pluss 2 pluss 1, það er sannlega 6. Ég fæ 1 mínus 4 pluss 4, það er 1. Og ég fæ 1 mínus 2 sinnum 1 og mínus 7, það eru sannlega mínus 8. Þannig að stuðlarnir hérna hjá okkur eru réttir. Ok, þannig að þetta er hotréttur grunnur, þetta er bara grunnur þar sem allir víranir eru hotréttir. Og við erum búin að sýna að ef þeir eru hotréttir, þá eru þeir línulógháðir, þá eru þeir grunnur. Ef við bætum við skilyrðinu að allir víranir í grunnum okkar hafi lengdina 1, þá erum við að tala um hotréttan einingagrunn. Nú skulum skoða nokkur dæmi. Dæmi hotréttan einingagrunn fyrir R í þriðja myndi vera ef við tek I, J og K, semst einingaveruna. Nú, við getum tekið dæmi hotréttan einingagrunn fyrir R í öðru. Þá getum við tekið I og J. Í þessu samhengi sjáum við að I er þá vegurinn 1,0 og J er vegurinn 0,1. Annar grunnur fyrir R í öðru geti verið til dæmis grunnurinn 1, 2 og mínus 2, 1. Hérna eru vegarnir 2 í grunnunum hotréttir og þar er línulógháðir og þar eru grunnur fyrir R í öðru. En áttið að lengd þessa vígra er ekki 1, vegna þess að lengd vígursins 1, 2 er rótin af 1 í öðru pluss 2 í öðru, svo sagt rótin af 5. Og sömuleiðis er lengdin af vígrinum mínus 2 er 1, rótin af mínus 2 í öðru pluss 1 í öðru, svo sagt rótin af 5. En það sem við getum auðvitað gert er að búa til hotréttan einingagrunn úr þessum grunni. Við bara normaliserum vígrana mína hérna, við deilum sem sagt með lengdinni á hvorum fyrir sig og fáum hotréttan einingagrunn. Þannig að ef ég breyta, eins og ég segi, í staðinn fyrir að vera með þennan vegur, þá er ég með vegurinn 1 deilt með rótin af 5 og 2 deilt með rótin af 5 og svo í staðinn fyrir að vera með þennan grunn er ég með mínus 2 deilt með rótin af 5 og 1 deilt með rótin af 5. Þá get ég bætt við hotréttur einingagrunn. Það er sem sagt auðvelt út frá hotréttum grunni að finna hotréttan einingagrunn. Við bara breytum lengdina á vígrunum í 1. Nú dæmi grunn fyrir, ef að segja, R í fjórða. Gæti verið E1, E2, E3 og E4.
Þetta eru þá einingavígrarnir 4. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 og 0, 0, 0, 1. Og við segjum þetta gott hornrétta grunna og hornrétta einingagrunna.